Guðshugmynd í Íslam. Það er alkunna að sérhver þjóðtunga ræður yfir einu eða fleiri orðum yfir Guðshugtakið. En orðið Allah hefur þar sérstöðu. Það er sérnafn hins eina sanna Guðs og orðið er hvorki til í fleirtölu né kynbeygingu. Sérstaðan kemur vel í ljós þegar borið er saman við orðið Guð sem hægt er að setja í fleirtölur guðir og í kvenkyn gyðja. Það er athyglisvert að Allah er sérheiti Guðs á armeísku, tungu Jesú og systurtungu arabískunar. Einstæði heitisinn sem Íslam hefur yfir Guð endurspeglar hinn eina sanna Guð. Múslímum er Guð skaparinn almáttugi sem viðheldur öllu lífi. Enginn er honum jafn og honum verður ekki jafnað til neins. Samtímamenn Múhameð spurðu hann Guð og svarið kom beint frá honum sjálfum í formi stuttkafla í Kóraninum. Þessi kafli er kjarni einingakenningarinnar og einkunnarorð eingyðstrúar í nafni Guðs hins náðuga og miskunnsama. Segð þú, Guð er einn hinn eilífi. Guð, hvorki hefur hann getið neinn, né verið af neinum getinn. Enginn er honum jafn. 112. Ýmsir sem standa utan Íslam staðhæfa að Guð Íslams sé strangur og miskunnarlaus Guð sem krefjist skilyrðislausrar hlýðni. Hann sé hvorki miskunnsamur né kærleiksríkur. Ekkert er fjærsanni. Nægir að nefna að hver einasti af 114 köflum Kóransins, utan einn, hefst á orðunum til nafni Guðs hins náðuga og miskunnsama. Múhameð spámaður sagði að Guð væri margfalt kærleiksríkari en elskandi móðir við barn sitt. En Guð er líka réttlátur. Því hljóta misgjörðamenn og syndarar að fá sinn skerf af refsingu Guðs, en dygðugir að njóta gjafa hans og velþóknunar. Miskunn Guðs kemur einmitt berlega í ljós í réttlæti hans. Fólk sem alla ævi hefur þjáðst fyrir málstað Guðs og á hinn bóginn fólk sem hefur níðst á öðrum allt sitt líf á ekki að fá samskonar laun hjá drottni sínum. Að búast við sömu örlögum beggja jafngildir því að hafna ábyrgð mannsins á eigin gjörðum sem jafngildir aftur því að sjá engan tilgang með vönduðu og dygðugu lífi hér á jörð. Eftirfarandi Kóranvers eru skýr og afdráttarlaus, hinum réttlátu mun herra þeirra launa með görðum sælunar. Ættum við að gera sanntrúum jafn til og ranglátum. Hvað bagar yður? Hvernig dæmið þér? 68,34-36. Íslam hafnar öllum lýsingum á Guði í hvers konar mannsmynd og fullyrðingum að hann taki einhverja einstaklinga eða þjóðir fram yfir aðrar á grundvelli ríkidæmis, valds eða kynþátta. Hann skapaði alla menn. Jafna og hilli Guðs geta menn aðeins áunnið sér með dygðugu lífi og guðsótta. Íslam hafnar einni kenningum á borð við þær að Guð hafi hvílst á 7. degi sköpunarinnar, að hann hafi glímt við mann, að hann sitji á illgjörnum svikráðum við mannkyn og að hann hafi klæðst holdi í mannsmynd. Allt er þetta guðlast frá sjónarhóli Íslams. Einstæði nafnsins Allah endurspeglar áhersluna sem Íslam leggur á hreinleika guðstrúarinnar sem er kjarninn í boðskap allra sendiboða Guðs. Þess vegna lítur Íslam svo á að tenging einhvers annars guðdóms við Guð sé dauðasynd sem Guð muni aldrei fyrirgefa, þrátt fyrir þá staðreynd að hann geti fyrirgefið allar syndir aðrar. Eðli skapara hlýtur að vera annað en eðli skapaðra hluta, því ef hann er sömu gerðar og þeir, er hann tímanlegur og hefur sjálfur átt sér skapara. Þar af leiðir að ekkert líkist honum. Ef skaparinn er ekki tímanlegur, hlýtur hann að vera eilífur. Og ef hann er eilífur, hefur enginn komið tilveru hans til leiðar og ef enginn kom tilveru hans til leiðar, getur ekkert utanaðkomandi látið hann hætta að vera til, sem táknar að hann er sjálfum sér nægur. Og ef hann er ekki upp á neitt komin tilveru sína, þá er tilvera hans án alls enda. Skaparinn er þess vegna eilífur og ævarandi. Hann er hinn fyrsti og síðasti. Hann er sjálfum sér nægur eða svo nota sé orð Kóransins al-Kæjum. Skaparinn skapar ekki aðeins í þeim skilningi að hann láti hlutin verða til. Hann varveitir líka hið skapaða, bindur enda á það og er valdur að öllu sem hendir það. Guð er skapari alls og hann gætir allra hluta. Hans eru lyklar himna og jarðar.
39,6263 Engin er sú skepna jarðar að Guð annist hana ekki. Hann veit hvar hún á heima og hvar hún dvelst. 11,6 Eiginleikar Guðs ef skaparinn er eilífur og ævarandi hljóta eiginleikar hans líka að vera eilífur og ævarandi. Hann getur ekki glata neinum eiginleika sinna eða öðlast nýja. Fyrst svo þá eru eiginleikar hans algjörir. Geta verið til fleiri en eitt skapari með þess konar algjöra eiginleika. Geta til dæmis verið til tveir almáttugir skaparar. Við sjáum á augabragði að slíkt er óhugsandi. Kóraninn dregur þessi rök saman í eftirfarandi versi: Aldrei hefur Guð getið son og enginn er Guð nema hann. Væri það á annan veg, hlyti hver Guð að ráða sinni eigin sköpun og hver að sigra annan. 23,91 Guð er einn. Kóraninn minnir okkur á haldleysi hjá Guða. Þá sem dýrka hluti gerða af mannahöndum spyr hann: Viljið þér dýrka það sem þér hafið sjálfur meitlað, eða hafið þér lagt hug á aðra en hann yður til verndar, jafnvel þá sem ekki duga til að vernda sjálfa sig. Tilbiðjendum himintungla er sögð sagan af Abraham, þegar nóttin brá skugga sínum, sá hann stjörnu. Og hann mælti: Er þetta minn Guð? En þegar hún fölnaði brott í birtu dagsins, kvað hann: Ekki dýrka í Guði sem hverfa. Þegar hann sá mánan rísa, sagði hann: Getur þetta verið minn Guð? En þegar hann hneig af himni, mælti hann: Ef Guð vísar mér ekki tilvegar hlýti ég að villast. Loks hann sá sólina ljóma, sagði hann: Gæti þetta verið minn Guð? Að sönnu er það hið mesta. En þegar einnig hún gekk til viðar, mælti hann við fólk sitt: Ég segi skili við það sem þér kallið Guði. Ég sný augliti mínu í einlægni til hans sem hefur skapað himnana og jörðina, og ég hafna allri hjáguðadýrkun. 6,7780 Afstaða trúmannsins til að verða múslími, það að gefa sig Guði á vald, er nauðsynlegt að trúa að Guð sé einn, sem táknar að hann sé eini skaparinn, sá eini sem viðhaldi lífi, sá eini sem næri það og svo fröf. En margir hjáguðadýrkendur trúðu og vissu að aðeins æðsti Guðinn gæti gert allt þetta, en það næði ekki til að gera þá að múslímum. Múslíminn verður að viðurkenna að það er Guð einn sem verðskuldar tilbeiðslu, og hann verður að halda sér frá að tilbiðja neinn eða neitt annað. Hafi þessari þekkingu eitt sannan Guð verið náð, ber manninum að festa trú sína á honum og láta ekkert koma sér til að afneita sannleikanum. Þegar hjarta mannsins opnast fyrir trúnni eiga sér stað ákveðin hughrif sem koma fram í vissum gjörðum. Þessi hughrif og gjörðir eru sönnun trúarinnar. Spámaðurinn sagði: Trú er það sem tekur sér bólfestu í hjartanu og sýnir sig í verkunum. Sterkust þessara hugrifa er þakklætistilfinningin til Guðs, og það má segja að hún sé kjarnin í guðsdýrkun. Þessi þakklætistilfinning er svo mikilvæg að hinn vantrúaði er nefndur kafir, sem þýðir sá sem afneitar sannleikanum, en þýðir líka sá sem er vanþakklátur. Hinn trúaði elskar Guð og þakkar honum allar gjafir hans, en þar sem hann gerir sér ljóst að eigin góðverk, andleg og efnisleg, eru óralangt frá því að vera í neinu hlutfalli við gjafir Guðs, er hann sífellt uggandi að Guð muni refsa sér, hér eða hinum megin. Hann óttast því Guð, hlýðir honum og þjónar í auðmýkt. Maður slíkra hugrifa hlýtur að minnast Guðs næstum hverja stund. Að minnast Guðs er þannig lífskraftur trúarinnar, sem án þess myndi dofna og fölna brott. Kóraninn leitast við að styrkja þessa þakklætistilfinningu með oftlegum endurtekningum á eiginleikum Guðs. Þessir eiginleikar eru nefndir flestir saman í eftirfarandi kóranversum. Hann er Guð, enginn er Guð nema hann. Hann þekkir allt hulið og sýnilegt. Hann er hinn náðugi, hinn miskunnsami. Hann er Guð og enginn annar er Guð. Hann er drottinn, hinn heilagi, friðargjafinn. Vörður trúarinnar, verndarinn, hinn almáttugi, hinn voldugi, hinn hæsti. Hann sé vegsamaður alla hjáguðu fram. Hann er Guð, skaparinn, sem skapar úr engu og mótar hið skapaða. Honum sæma hinn veglegustu nöfn. Hann er hinn alvaldi, hinn alvitri. 59,22-24
Guð, enginn Guð nema hann, hinn lifandi, eilífi. Af honum svífur. Aldrei blundur, aldrei svefn. Allt lítur honum á himnum og jörðu. Hver? Nálgast hann til meðalgöngu nema með hans leyfi. Hann veit hvað framundan hjá öllum og hvað baki þeim, meðan þeir öðlast aðeins það. Af þekkingu hans sem hann vill. Hásæti hans umlykur himna og jörð og að vernda hvort veggja þreytir hann ekki. Hans tignin og mátturinn. 2,255 Þér menn ritningana, stígið ekki yfir mörk trúarinnar, segið ekkert. Nema sannleikanum Guð. Messías, Jesús, sonur Maríu, var aðeins sendiboði Guðs og orð hans sem hann sendi Maríu og andi hans. Trúið því á Guð og sendiboða hans og segið ekki 3. Forðist það og yður mun betur vegna. Guð aðeins einn Guð. Hann of hátthafinn að hann skuli son geta. 4,171 Guðs hugmynd í Íslam þýðing á Concept of God in Islam í ritröðum. Íslam sem gefin út af WAMI, World Assembly of Muslim Youth í Riyadh, Saudi Arabíu.